Hér er vinabandastöðin. Stelpurnar mínar. Og gerir ekki neitt? Nei, bara gerir ekki neitt. Þetta verður við að prófa að breyta hérna svo sem þetta er mynd á hann. Þetta er á mig. Þannig hérna allir foreldrar við komum svona að segja við. Ég vil koma. Kíktaðu Gabriel, þetta er nýja þeim, kíktaðu með hliðanum. Það er hjút, sko. Takk fyrir. Nú veit það, þetta tók okkur langan tíma. Já, þetta er bara... Stressi. Það er akkur að setja til. Nei, tölvur eru bara búin að vera ofið mikið í. Ég lærði að skrifa þessa skrift, sko. Svo verður það að skrifa með fjöður þarna. Já. Ég á bara eftir að marka. Laust hérna, finnið ykkur stað. Við erum búin að leggja okkur gríðarlega mikið fram sem þegar ég kem hér inn í skólan í byrjun vetrans. Þá er strax byrjað að tala að skólinn er í 140 ára afmæli og þá var undirbúningur kominn á fullt. Og þessi vika núna, þar sem börnin hafa verið alveg frábær að vinna með okkur og þið sjáu til dæmis veiguna fyrir ofan ykkur. Þar sem það var, hér er nöfn allra nemenda í skólanum. Á vegunum. Þannig að þau geta síðan sýnt mamma og pappa og eftir.
nemendur, starfsmenn, foreldrar og aðrir gestir. Við eigum afmæli nú í haust og ekkert smá afmæli því skólinn okkar er 140 ára og til hamingju með það. Ég hef aldrei haldið upp á svo stórt afmæli í skóla áður og veit ekki hvort eitthvert ykkar hefur gert það. En engin maður eða kona verður svo gömul, er það? En getur engin orðið 140 ára. En skólar á Íslandi eru orðnir svona gamlir. Og við erum 3. elsti skóli á landinu ásamt Gerðaskóla í Garði sem hélt nýlega upp á sig afmæli, við glæsibrag. Nú að halda upp á afmælið með veislu er að sjálfsögðu ekkert annað en skemmtileg og við gleðjum saman á þessum tímamótum. Verkefni fékk styrk og réð sagnfræðing, sá heitir Árni Daniel Júlíusson og hann hefur skráð þætti úr sögu skólans. Á eftir ætlar hann að stikla á stóru úr þeim þáttum. Þorvaldur á heiður skilinn fyrir það að halda okkur vel við efnið frá því snemma á þessu ári, því svona stórt afmæli þarfnast undirbúnings. Ein af fyrstu hugmyndunum var að skoða hvernig skólahald hefur breyst á þessum tíma, eða hvað gerðist merkilegt á hverjum tíma og þá er aldeilis að nóg að taka. Undirbúningar hefur, eins og áður sagði, staðið í nokkra mánuði en mesta vinnan hefur verið síðustu 3 dagana. Sumir nemendur hafa farið í gamla skólahúsið á ströndinni og gengið hluta leiðarinnar. Aðrir hafa skráð merkisatburð í sögunni og þau verkefni má sjá á göngum skólans. Í einni stofunni komið smá endurgerða baðstofu. Aðrir hafa byggt framtíðargötumynd Voga. Gátum ekki stillt okkur það, aðeins að spá í hvernig þetta verður næstu 140 árin eða svo. Og nokkrir hópar fóru niður á bryggju og veittu ufsa. Aðrir skreyttu salinu svo þið sjáið og úti bjuggu til borðar sem að þau öll hafi farið undir úti. Og svo tóku nemendur viðtöl við gamla nemendur sem voru í skólanum í gamla daga, eins og Önnu Hlöðvers, Jón Inga, Lúllu og fleiri. Og þið getið séð viðtölin, það búið að prenta þau út, skráða þau og prenta þau út á gangi frammi. Og margar spurningar hafa brunnið á vöru nemenda, eins og hvernig var nest í skólanum í gamla daga? Tóku nemendur með sér súrt slátur eða svínakjama? Hvað voru þið lengi í skólanum á daginn og hvað lærðu þau? Örugglega lestur. En hvað með sund? Var sundlaug? Hvenær var fyrst kennt á tölvur? Voru til farsímar fyrir 100 árum síðan? Og í svona stór afmælum tilheyrir að bjóða kleinur, ræs, krispís og tertur. Nemendur hafa bakað baki brotnu í nokkra vikur og ilmurinn úr eldhúsinu hefur magnað upp tilhlökkun okkar en nú styttist í að við fáum að smakka. Þá hafa götutónlistamenn æft trommuslátt í 3 daga og við fáum að njóta þeirra tónlistar á göngunum og eftir. Við höfum sem sagt verið að rifja upp ýmislegt úr lífsmynstri fólks á okkar slóðum síðustu 140 árin. Starfsfólk og nemendur hafa haft á orði hvað þessi upprifun hefur verið skemmtileg. Ég vona að gestir okkar hér í dag hafi bæði gagn og gaman af. Takk fyrir. Í mars byrjaði vertíðin og börnin hjálpuðu til á vertíðinni ef þau höfðu aldur til. Á vertíðinni var veitt mikið af þorski. Fiskimennarnir réru á árabátum út á miðin og veittu fiskinn með önglum á línu sem á var beita. Börnin hjálpuðu til að verka fiskinn sem var þurrkaður og saltaður þegar hann var kominn í land. Yfirvaldar fór pening á sjónum og hann fékk þá. Þá var hægt að stofna skóla. Nú er tekið til hendinni byggt að skólahús í Suðurkoti á lóð sem skólinn eignaðist. Börn sem ekki áttu heima í brunnastaðahverfi eða það nálægt þurftu að koma lengra að, til dæmis úr Vatnsleysuhverfinu, fengu inni á bæjum í nágrenninu og áttu þar heima á meðan á skólanum stóð. Seinna var farið að hafa skóla annar staðar líka, við Kálatjörn eða Vatnsleysubæinn á víðar. Árið 1920 varð Viktoría Guðmundsdóttir kennari. Hún átti eftir að vera kennari mjög lengi. Hún var vinsæll og góður kennari.
Á þeim tíma voru orðnar mikla breytingar á Vatnsleysuströnd, ekki þótti lengur borga sig að sækja sjóinn á árabátum. Heilu togararnir sem gerðir voru út frá Hafnarfirði eða Reykjavík voru mannaðir sjómönnum á Vatnsleysuströnd. Einnig var núna farið að selja mjólk frá bæjunum á Vatnsleysuströnd. Dagbókin hennar Viktoríu. Til dagbók skólans frá tíma Viktoríu. Ég gríp niður í hana 1926. Viktoríu segir: skólinn var settur 1. október 1926. Viðstödd voru öll þau börn ganga eiga í skólan þetta skólaár. Athöfnin hófst eftir því að sunginn var sálmur. Og við öll myndum gefa skólanum 8 skjávarpa. Yes. Við viljum að skjóla á skólanum. Við erum hjá Kvenfélaginu Fjólu og okkur langar að færa skólanum afmælisgjöf. Og þetta svona höfuð míkrafónar svo að krakkarnir sem eru að leika í leikritunum hérna á ásatíðinni þurfi ekki að svo að foreldrarnir heyri nú vel í þeim út í sal. Og þetta eru 3 stykki, svo ætla ég að biðja Svövu að koma að taka á móti þessu. Ég raunverulega nördi í skólum, ég elska skóla, mér finnst svo margt gaman í skólum, mér finnst samfélögin skemmtileg. Ég kem hér af því ég var einu sinni bæjarstjóri og þar áður bæjarritari hér. Þannig að við höfum ákveðið að næstu ár þá munum við gefa Stóruvogaskóla gjöf sem að nýtist í verkmenntakennslu. Gjöfin í ár fyrsta skrefið í því og í samráði við Svövu að þá var tekin ákvörðun að kaupa penna til þess að brenna. En ég hér fyrir hönd Lions Clubsins Keilis og við höfum pantað 2 digital skákklukkur til að örva rökhugsun barnanna. Og langar að biðja Svövu að taka á móti bréfinu því að það á leiðinni. Úr þurrabúða á hjáleigufólkinu var til ný stétt, verkalýðsstétt. Úr leiguliðastéttinni var líka til ný stétt, stétt sjálfseignarbændanna. Úr embættis- og stórbændastéttinni var til ný stétt, stétt kapitalistanna. Á Vatnsleysuströnd hafði presturinn séra Tóraði sem forystu skólastofnun. Ef Guðmundur var ljósið á Eyrarbakka þá var það séra Stefán á Vatnsleysuströnd. Hann hafði öfluga stuðningsmenn meðal stórbænda í sveitinni. Þeir nutu þess að til var gildur sjóður ætlaður til eflinga menntun í Gullbringusýslu, Torkinn í sjóðurinn. Þeim tókst að séra Stefán og stórbændunum sem stundan tókst að fá samþykki yfirvalda fyrir stóru lánir á þessum sjóði. Hinn nýi skóli skyldi líka gegna hlutverki fátækrahælis.